Já, þetta er Salvör og þetta er í nóvember 2011 og það sem ég ætla að fara í núna er að sýna ykkur hvernig við notum Windows Live Movie Maker til þess að búa til stop motion og ég ætla að fara í þetta alveg frá byrjun og það sem ég er búin að gera er að ég er búin að taka myndir á bara digital myndavélina mína, ekki vefmyndavél, þetta er digital myndavélina mína og setti það bara í möppu á harðadisknum hjá mér og til þess að ég væri svolítið svona fljót að taka myndir þá ég tók myndir af svona playmoköllum og ég stilti myndatökuna mína á svona þannig að hún tekur sjálfmyndir og stundum gerðist það þannig að ég var með puttana því ég var að flytja og breyta stellingu á Playmó þá kemur puttarnir á mér inn á myndirnar og ég verði að þurrka allar þær myndir út. En ég ætla að fara og taka inn myndirnar og eins og þið vitið sennilega þá að Windows Live Movie Maker aðalega til að vinna með vídeo en það er hægt að búa til vídeo úr myndum, annarkvort bara svona ljósmyndasýningu eða það sem við ætlum að gera svona sögu sem er svona bara mynd og mynd og mynd það sem að sögurnar mynda eina heild og ég ætla að segja add video sem photos hérna og hérna eru allar þessar myndir sem ég var búin að taka, ég var búin að gera svolítið pröfur og ég ætla bara að byrja hérna. Ég tók nefnilega svona til að sýna mér hvar ég væri byrjuð þá setti ég svona límstök hérna fyrir svo ég hitt ára tilraunir og þið sjáðu að hérna er oft hendin á mér fyrir. Ég ætla að taka svona smá part hérna af þessu. Svona hvað var að taka mikið bara alveg að þessu hérna skipti og ég bara held niður shift og svo vel ég seinustu myndina þannig að ég er að taka inn alveg hellinga myndum og ég segi bara open og þá eru myndirnar allar komnar inn og það fyrsta sem ég þarf að gera og ég geti séð hérna sjáðu ef ég trega þetta þá sé ég svona hver atburðar á sem verður og þau sjáðu þetta er allt mjög hallærislegt vegna þess að hér er puttin á mér svona á ýmsum inni á ýmsum myndum og ég ætla bara að þurrka þær strax allar þær myndir sem ég sé ég geta meira að þurrka ef ég hef allar myndir sem eru þannig og eins og ég sagði það var ástæðan svo að ég var svona bara að læra á myndavélina mína og ég stilti það á svona sjálftöku þannig að það tók á 4 sekúndna fresti og tók 10 myndir í einu það er svolítið mismunandi eftir myndavélum hvað það geta gert en ég vissum að ef við erum með nýlegar digital myndavélar þá það með svona sjálftöku og þetta allavega ég var svo hrikalega lengi að taka myndir öðruvísi og annað ég var svo hrædd að hreyfa ég vildi frekar hafa þetta sjálftöku en það er eitt sem er alveg nauðsynlegt í svona líka og það er að hafa þrífót eða hafa myndavélina á einhverju stað þar sem að hún er stöðug ef maður er að taka svona mynd eins og hérna og nú er ég búin að allavega þurrka það út og sjáu þið hvernig já hérna er puttin ennþá inni sjáu þið ég ætla að þurrka þessa líka og er glættir að þurrka ykkur af fleiri á eftir og það sem ég ætla að gera núna er að velja alla myndirnar hægri smelli þá að segja select all og þá eru alla valdar ég veit ekkert hvað er marga myndir í þessu og ég ætla að fara hérna í það sem stendur edit hérna uppi og þar sjáu þið að það er 7 og ég ætla alls ekki, þetta er allt of mikið, ég ætla að segja 0,3 eða 0,2 ég held að, nei ekki ég verð að segja 0,2 og ég get breytt því og sjáum þegar ég spila, ég smelli hérna á þá spila ég og nú spilast myndin og ég get alveg, ég sá reyndar þannig einhvers staðar, þá sá ég putta að koma hérna ég sá ekki alveg nákvæmlega hvað það væri en svona þetta eftir því sem að er meiri já þarna kom sjáðu
á 2 stöðum putti hérna. Það eitthvað sem ég þarf að þurrka út hérna. Þetta þarf ég að þurrka út. Og vantarlega þetta líka. Hérna líka og hérna líka. Og hérna líka. Ég vil alls ekki að það komi hérna að allavega að sjáist. En ok, þá ég geti meira sér haft, sko eftir því sem ég hef, ég ætla að segja bara xylitol, ég ætla að sýna ykkur munin, xylitol og segja 0,1. Ég man ekki hvort að 0,115 sem minnsta. En svo minna að það sé, ég virtist allavega geta sett 0,1. Og svo eftir því sem ég hef meiri hraða, þeim mun sko svona raunverulegra verður það. En stundum kannski ekki gott að hafa mikið hraða. Einhvers staðar var þarna, sjáðu þið sem að putti var hérna inni hjá mér. Að henda þessari mynd út. Mér finnst það svona auðveldar að bara henda þeim út eftir á. Sjáðu þið, þetta ámögulegt. Ég vil ekki hafa, það á einu stað sem að ég var með þetta á sjálfstöku og síðan sko á einu stað þá sést, þá hef ég ekki náð að fara frá. Ég var svona færa kallana sko. Þurrka þetta. Og þá ég komið með, ég ætla aðeins að spila þetta aftur og sjá hvort ég rána með þetta. Og ég þarf ekki að hafa þetta svona á einhverjum einu stað, sjáðu þið hérna. Hérna hafði ég eitthvað, puttar inni. Og hérna líka. Ég þurrka það bara og það getur náttúrulega auðvitað orðið til þess að verði svona slítrótt. Hérna, en það verður svona bara að hafa það. Þetta svona kannski sýnisotnaði hvernig maður getur unnið með látið krakka vinna. Og einhverjum einu stað var líka, sjáðu þið, get farið svona yfir til þess að athuga hvort þetta í lagi. Er ég sátt við þetta? Þessar hreyfingu? Hérna og ég ekki komin neitt hljóð eða neitt svoleiðis ennþá. En ok, segjum ég sé nokkuð ánægð með þetta. Og þetta nú ekki orðin með sko 8 sekúndur, sjáðu þið, tæpar 8 sekúndur. Og þetta samt alveg hellingur af myndum. En það sem ég ætla að gera núna að ég ætla kannski að setja ykkur text á þetta. Eða setja bæði hljóð og texta. Og þá smelli ég hérna home. Já, kannski aðeins að segja ykkur svona aðeins, ég með þetta allt á 0, hraðinn alltaf 0,1 en ef ég vildi til dæmis láta einhverja eina þessa, til dæmis þessa 2 eða 3, þær eru kannski með meiri hægari 0,50 sjáðu þið og sjáðu að það er svona kannski hrað, svo hægir að ná sér hérna og svo hraðar að ná sér hérna. Og það fer bara eftir söguþræðinum hvað ég vil hafa hratt og hægt og líka kannski ef ég ætla að hafa text undir þá myndi ég hafa þetta, reyna að stilla þetta af þannig að textin passaði. Og ég ætla núna að fara að setja inn hljóð, þannig smelli ég hérna home og segja add music og ég var búin að setja dálítið hljóðum hérna í, þetta hljóðskrár. Og ég segi hérna open og þá séum við að þessi hljóðskrá hérna að hún næri yfir fyrstu hérna 9 myndirnar og þá spilast þetta hljóð með og síðan geti ég sett einhver annað hljóð hérna þannig ég geti sett ég mæli nú alveg með því að við setjum bara einhverja hérna eina hljóðskrá undir þetta og vinnu hljóð einhvers staðar annars staðar vegna þess að við getum ekki sett hljóð undir hljóð. Í Windows Live Movie Maker þá getur ég ekki eftir rödd og síðan umhverfisljóð með röddinni. En ég ætla að segja add music og setja bara annað hljóð undir og
og síðan myndi ég kannski stilla þetta þannig að þetta væri kannski eitthvað skrækur af því að eitthvað hefði gerst hræðilegt í sögunni. Og þá myndi ég kannski stilla þannig ef að ég vildi til þess að þetta hljóð byrjaði hér, þá myndi ég kannski hraða atburðarásinu hérna, semst að setja, já þetta er náttúrulega eins rætt eins og það getur verið hérna, þannig að ég get svo sem ekki breytt í. En það er semst 0,1 er held ég að minnsta, 0,1 minni mig. En það sem að, já, ég hef búin að setja þarna 2 hljóð og síðan geti ég sett bara 1 hljóð í viðbót til að setja hérna heim og segja add music og ég set svona, ég get bæði sett tónlist og ég get líka sett svona bara hljóðeffekta inni og passa mig náttúrulega að hafa hljóð sem ég má nota og þessi hljóðeffekta taka frekar lítið pláss hérna þannig ég geti náttúrulega líka haft add music, nei ég ætla ekki að setja, ég ætla að setja music og segjum að sjáðu hérna var hljóð sem að var sko svona miklu lengra og það sem ég geti líka sett núna er að ég geti sett titil. Ég get bæði sett texta á einstakar myndir en ég get líka sett bara titil og ég ætla að gera það núna, setja titil og þá skrifa ég bara eitthvað hérna hvað þetta er titil á sögunni og kannski eftir hvern hún er ef að hérna og ég breyti líka, hérna get ég sett breyttu letugerð og það fyrir bara eftir hvað ég er með á tölvunni og svona og svo get ég líka breytt hérna ef ég fyrir hérna til hliðar sjáðu þá get ég breytt hér hvernig ég vil hafa þetta og ég vil til dæmis hafa þetta svona sjáðu að þá kemur þetta svona sjáðu, byrjar svona og segjum að ég vildi hafa texta á þessari mynd að þá smelli ég hérna á text í miðjunni og þá get ég sett texta á myndina, einstaka mynd og ef ég vil hafa þetta stærra þegar ég er að vinna með þetta þá dregi ég þetta bara svona, það getur verið þægilegra að sjá þetta betur og hérna verð ég að setja svarta eða semst bakgrunn sem ég sæi skæri sem betur út og reyndar færi vel við hérna ég geti haft eitthvað svona setja eitthvað sögu hér er á höfninni þetta er bara eitthvað texti sem ég vil láta vera með og ég get haft hann hægri jafnaðan eða vinstri jafnaðan og ég get ákveðið hvað textin á að vera lengi sem að ef ég hef textan til dæmis núna bara hálfa sekundu þá er það alltaf lítið, ég vil kannski hafa hann í 3 sekundur, það næra yfir nokkra myndir, sjáðu ef ég byrja að keyra þetta, ég get alltaf keyrt þetta þá kemur hérna og svo heyrist alltaf ekki með þetta, það heyrist alltaf textið hérna hljóðið sem ég sett á og þá er ég bara búinn og vista þetta og þá þegar ég vist þetta þá sé ég save movie og segi save movie og vist þetta bara undir stutt eða bara eitthvað nafni stutt saga og það er ágætt að hafa þetta bara það sem er sjálfgefið Windows Media Video File og ég segi save og þá er ég komið með mynd sem ég get vistað
og sett á YouTube til dæmis eða Facebook eða vefsíða eða hvað sem ég vildi. Og þetta var bara, hún er orðin 16 sekúndur. Já, og svo get ég bara smellt á hérna play eða opnað hérna möppuna sem þetta er geymt í. Ég ætla að opna möppuna og sjá hvað þetta er stórt. Þetta var 16 sekúndur og þetta var þetta skrýmslasaga, þetta er 6 megabæt. Nei, þetta var skrýmslasaga 2, skrýmslasaga 7, þetta var vitleysa hjá mér. 12 megabæt. Ég skil það nú ekki að því að þetta var svo kannski bara já, að því ég setti stóru hljóðskrána inn á þetta. Hún hefði ekkert átt að vera svona stór, ég setti bara svo mikið hljóðskrám inn á. En ég get gert það sem ég vil við þetta, nú er ég búin